til.
Komið þá blessuð og sæl og velkomin til Guðsþjónustu hér í kvöld í Lindakirkju á sjómannadaginn og þessi messa svona ber þess aðeins keim. Við völdum nokkur lög sem tengjast sjónum og við heyrum líka Guðspjallið sem að fjallar þegar Jesús stilli storminn. En við skulum hefja þessa stund að því að signa okkur og segja í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Svo förum við saman með upphafsbæn. Drottinn, ég komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, Faðir skapari minn, þú Drottinn Jesús frelsari minn, þú heilagi andi huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjör mína og bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krists, að ég fyrir þitt orð iðrist synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bæn heyr það, ó Guð, fyrir Jesú Krist. Amen. Stjórnar við
Drottinn, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Þá bið ykkur sem er auðvelt með að rísa úr sætum. Dýrð sé Guði í upphæðum. Og friður á jörðu og velþóknun yfir mönnunum. Stöndum áfram og syngjum dýrðarsönginn. Þá les ég fyrst úr sálmónum. Þakki drottni, því hann er góður, því að miskunn hans varir að eilífu. Svo skulu hinir endurleystu drottin segja, þeir hann hefur leyst úr nauðum, sendi orð sitt og læknaði þá og bjargaði þeim frá gröfinni. Þeir skulu þakka drottni miskunn hans og dásemdarverk hans við mannanna börn, færa honum þakkarfórnir og segja frá verkum hans með fögnuði. Þeir sem fóru hafið á skipum og ráku verslun á hinum miklu höfum, sáu verk drottins og dásemdarverk hans á djúpinu. Því hann bauð og þá kom stormviðri, sem hóf upp öldur hafsins. Þeir hófust til himins, hnigu í djúpið og þeim félst hugur í háskanum. Þeir skjögruðu og reikuðu eins og drukkin maður og kunnátta þeirra kom að engu haldi. Þá hrópuðu þeir til drottins í neyð sinni. Og hann bjargaði þeim úr þrengingum þeirra, hann breytti storminum í blíðan blæ og öldur hafsins lægði. Þeir glöddust þegar þeir kyrðust og hann leiddi þá til þeirrar hafnar sem þeir þráðu. Þeir skulu þakka drottni miskunn hans og dásemdarverk hans við mannanna börn. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Guði sé þakkargjörð. Og í postulasögunni stendur: Nú rann á hægur sunnan vindur. Hugðust þeir þá fá ráð þetta í hendi sér, léttu akkerum og sigldu fram með Krít nærri landi. En áður en langt leið á skall af landi ofan fárviðri, hinn illræmdi landnyrðingur. Skipið hrakti og varð því ekki beitt upp í vindinn. Slóum við undan og létum reka. Dögum saman sá hvorki til sólar né stjarna og ekkert lát varð á ofviðrinu. Tók þá að þrjóta öll von að við kæmumst af. Nú höfðu menn lengi einskis matar neitt. Þá stóð Páll upp meðal þeirra og mælti: Góðir menn, þið hefðu átt að hlíta mínu ráði og leggja ekki út frá Krít. Þá höfðu komist hjá þessum hrakningum og tjóni. En nú hvet ég ykkur til að vera vonglaðir, því að enginn ykkar mun lífi týna en skipið mun farast. Því að þessari nóttu stóð hjá mér engill þess Guðs sem ég heyri til og þjóna mætti. Og hann mælti: Óttast þú eigi. Páll, fyrir keisaran átt þú að koma. Guð hefur gefið þér alla þá sem eru þér samskipa. Verið því vonglaðir, góðir menn, ég treysti Guði að svo muni fara sem við mig hefur verið mælt. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Hér áður fyrir í útvarpinu voru þættir sem að gengu mörg ár. Við munum kannski flest eftir því óskalög sjúklinga, einhver sem manið til því. Og svo er annar þáttur sem heit óskalög sjómanna.
Og ég man að ég hlustaði mjög ofta á þessa þætti því að þannig voru spiluð lög sem að maður heyrði nú kannski ekki annars og þá voru sjómenn sem sendi inn kveðjur og það var fullt af lögum sem að fengu að hljóma þar. Og hér er svo mikið ungu fólk í dag sem að vissi ekkert þetta og við ætlum að syngja núna saman eitt lag sem er reyndar Eyjalag. Og ég veit að sumir voru hérna í Vestmannum í gær, ég sé að þeir drengir hérna voru á Eyjum og var ekki Guðni, varst ekki í Vestmannum í gær? Ha. Já, ég ekki sitja það. Og við ætlum að syngja saman hérna lagið hans Gísla Helga, Kvöldsigling, af því það líka sjómannadagurinn og ég fæddist á sjómannadaginn sem var þá í mæ, 28. mæ. Það var alltaf júní en þetta var eina skipti sem var í mæ, þannig að ég fæddist í dag sem sagt á sjómannadaginn fyrir nokkrum árum á þessum degi. En endilega syngjum saman þetta lag. Þetta lag hljómaði mjög oft í útvarpinu í Óskarlögum sjómanna og hérna þar kynntist ég því fyrst. Þannig að nú skulum við syngja þetta saman. Við ætlum ekki að syngja þetta fyrir ykkur, við ætlum að syngja þetta saman og þið kunnið þetta lag, svo látið heyra í ykkur. Það bið ykkur á nýjan leik að rísa á sætum og heyra heilagt Guðspjall. Í stormi yfirskriftin. Nú fór Jesús í bátinn og lærisveinar hans fylgdu honum. Þá gekk svo mikið veður á vatninu að bylgjurnar gengu yfir bátinn, en Jesús svaf. Þeir fara til, vekja hann og segja, Drottinn bjarga okkur, við förumst. Hann sagði þá við þá, hví eru þið hræddir, þið trúlitlir? Síðan reis hann upp, hastaði á vindinn og vatnið og varð stilli logn. Mennirnir undruðust og sögðu, hvílíkur maður er þetta? Jafnvel vindar og vatn hlýða honum. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Og við stöndum áfram og játum okkar heilugu trú. Ég trúi á Guð, föður almáttugan, skapara heimins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, Drottinn vorn, sem getinn er af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontiusar Pílatusar, krossfestur dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs
og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen. Já, það sjómannadagurinn í dag og við Íslendingar skiljum líf okkar svolítið mikið út frá sjó. Eða ég til dæmis hef ekki farið oft í sjó, en við erum með þessi orðtök sem að minna okkur á að sjórinn, hann stór hluti af lífi Íslendinga. Við segjum oft alls konar hluti sem að
við notum til að útskýra án þess að hafa einhvern tíma verið á sjónum. Við segjum kannski, já, ég bara ákvað að leyfa honum að sigla sinn sjó. Eða, nú er farið að gefa á bátinn. Eða, það er búið að vera mikill mótber eða ég var að fá mikinn vind í seglin. Við getum sagt, við geti talað örugglega í svona 15 mínútur bara út frá íslenskum orðtökum sem að fá okkur til að skilja lífið betur af því að við tölum þetta sjómannamál. Og svo er með þess að sumt sem að við skiljum eiginlega ekkert eins og en það þýðir svona hvað þýðir, veit einhver hvað babb er til dæmis? Já, það getur komið babb í bátinn en getur komið babb í bíl. Nei, maður veit það ekki alveg, svona alltaf flestir, en við skiljum samt hvað það er þegar kemur, já, það er komið babb í bátinn. Og Biblían er líka tengd sjónum. Jesús kallaði á fiskimenn og í því sem ég las áðan, þá var verið að horfa til sjávarins og þar sagði meðal annars að hann breytti storminum í blíðan blæ og öldur hafsins lægði, þeir glöddust þegar þær kyrrðust og þegar hann leiddi þá til þeirrar hafnar sem þeir þráðu. Að vera leiddur til hafnar sem þú þráir. Það er svo fallegt myndlíkingamál. Og í hinni stóru sögunni sem við heyrðum, það var það þegar að þeir urðu ofboðslega hræddir lærisveinarnir og ekki að ástæðulausu. Þeir voru ekki bara að glíma með einhvern svona kvíða eða með einhverja kvíðaröskun eða einhverja áhyggjur sem átti ekki sér mikla stoð. Þeir voru í alvörunni í ofboðslega mikilli hættu. Það er bara sagt að það komu bylgjur yfir bátinn og hann var að fyllast af vatni og Jesús er bara þarna sofandi. Og þeir eru það smekir að þeir voru í alvörunni í lífshættu að þeir bara vekja Krist og segja bara, ertu ekki að spá í það að við erum að farast hérna? Og þá stendur hann upp og kemur þetta sumir hafa sagt að segja eins og ásökun, þið trúlitlir. Og hann býður þeim að horfa frekar í þá átt að trúnni og svo stillir hann stormin og leiðir þá í örugga höfn. Og hvað er þessi saga að kenna okkur? Hún er að kenna okkur að lífið er aldrei bara sléttur sjór. Það mun alltaf koma ágjöf. Við munum fara í gegnum öldu dali og stormviðri og lífið verður alltaf erfitt. En við erum minnt á þessari sögu að þegar það er erfitt þá er samt Guð með okkur. Stundum finnst okkur hann yfirgefa okkur eða allavega finnst okkur hann vera steinsofandi í okkar málum en þá er samt Guð þarna. Og það var predika fyrra út frá þessu og það var nú menn sem að notuðu líkingamálið sjóinn mikið og vel og vöktu athygli í allri Evrópu. Þó fæsti skildunum af Íslendingar hafa verið að syngja þegar þeir sungu á íslensku að róa og gefast ekki upp. En hvað sagði Hálfdán þegar hann predikaði Hann sagði þennan texta, sagan í Jesú í bátnum, hún kennir okkur að jafnvel í erfiðustu aðstæðum lífsins, þá er Guð með okkur. Spurningin er ekki hvort stormandi komi, heldur hvort við getum treyst því að Guð er með okkur þegar þeir bresta á. Jafnvel þó okkur finnist hann ekki vera þar. Jesús er ekki bara sá sem stillir storminn, hann er líka sá sem kennir okkur að finna innri frið, jafnvel áður en stormurinn byrjar. Mér finnst það svo fallegt að hann horfir á þetta þannig að Guð getur veitt þér ró og frið í hjartað áður en að stóru vandamálin koma. En á hverjum tímapunkti erum við öll að glíma við einhvers konar storma í okkar lífi. Það getur verið að við höfum áhyggjur af peningum. Það getur verið að það hafi verið stormur í einhverjum samskiptum, að við séum að standa í deilum eða okkur finnst við hafa verið ósanngjarnt jafnvel yfirgefin eða orðið fyrir einelti eða einhverju sem var ekki sanngjarnt eða réttmætt. Það getur líka verið við höfum verið að gangi í gegnum skilnaði kringum okkur, einhver nákominn okkur var að skilja eða við sjálf og þá getur það verið erfitt að hugsa á þeim tímapunkti að það sé einhver leið
þegar mesti stormur gengur yfir, þá er svo auðvelt að hugsa að ég get þetta ekki, ég mun aldrei komast í gegnum þetta. En sagan í kvöldi líka minna okkur á það að við erum ekki ein í gegnum þessa storma. Jesús í bátnum, hann með návist sína þarna og við getum lifað í þeirri trú. Það hefði verið rosa fallegt ef þeir hefði haft óbúslega mikla trú að það er ekkert að fara að gerast og bara í öllu störfinu það hefði bara snúið sér að Jesú og hort á hann sofa eins og unga barn. Þetta verður allt í lagi, en það væri kannski svolítið barnalegt að ætla að hugsa það og ætla ekki að ráðleggja neinum það í stórsjó að gera neitt nema að láta bátinn sigla áfram og halda áfram, róandi hér, róandi þar. En við erum ámynd það að Guð, hann með okkur í erfiðustu stundum lífsins. Og í vetur þá var ég að tala við í svona sorgarhópi, einn mann sem ég mátti deila þessari sögu með, því hann var að tala um það, hann misti barn. Og það eitt af erfiðasta sem ég held að sé hægt að gangi í gegnum. Og hann var að tala um það hvað var honum erfitt að fara í gegnum fyrstu jólin án sona síns, hvað var honum erfitt að fara í gegnum fyrsta vorið. Hann sagði, ég sem elskaði gróðurinn og allt þetta, ég hafði allt í engan áhuga á því. En núna var að koma vor númer 2, hann sagði, það að byrja aftur að koma því að lífið heldur áfram, stormarnir lægja aðeins. Mér var svo fallegt sem hann sagði að hann hefði hjálpað honum þegar hann var að hugsa í miðjum storminum, og fór hann að hugsa, það var líka þegar ég var að alast upp fullt af erfiðleikum sem ég mætti, en ég átti ömmur og móður og fólk í kringum sem elskaði mig skilyrðislaust og sýndi mér hvað ég var mikilvægur. Svo fór ég að hugsa og var að skoða fjölskyldusöguna að þetta fólk lenti allt í óbúslega miklum stormum og sumar af formæðurum mínu mistu líka börn. En þær héldu samt áfram að elska. Og hann sagði, það gaf mér svo mikla von að við lendum öll í stormum og stormum sem við vildum svo að við hefðum ekki þurft að lendi í, en það ekkert hægt að gera nema að halda áfram og halda áfram að bera elsku inn í þennan heim sem oft erfiður. Það kannski minnkar áhyggjurnar mest að horfa í kringum sig og finna, þrátt fyrir allt, þá fólk í kringum sem stendur með mér, Guð nálægur og stormin mun lægja. Ég mun geta haldið áfram. Og það það sem mér langaði að hafa sem svona það sem við tökum með okkur og líka bara smá verkefni ef þið pælið einhvern tímann í því, þið hugsið, kannski þið miðum stormi núna og þið sjáðu ekki út fyrir honum. En flest eigum við þá líka þá, kannski ekki þau allra yngstu, en flest eigum við líka þá lífsreynslu að hafa farið í gegnum storma sem voru ótrúlega erfiðir. Og ímyndið ykkur aðeins á þessum tímapunkti þegar þið hugsaðu bara það engin leið út, þetta óveður, ég mun bara farast. Það mun ekki ganga upp. Samt þið hér í dag að því að stormin lægði. Hjálpin var nær en þið áttuð ykkur á. Og ef þið að glíma við mikla sorg, mikla erfiðleika, munið að Guð með, Guð grætur með og Guð fagnar með okkur. Guð þarna og það líka meira fólk í kringum ykkur sem hjálpar ykkur á sjóferðinni og kemur ykkur heim í heila höfn. Stýr mínu fari heilu heim í höfn á friðarlandi, þar mig í þinni gæslu geim og Guð minn allsvaldandi. Og aftur að sjómanna, óskalugum sjómanna, það lag sem var hvað vinsalast var þetta lag sem við flytjum fyrir núna og Þórunn mætt, hún að vestan, Þórunn Snorra og Andrea Bóel, sagði Andrea Gylfa, fyrirgeðu. En við ætlum að taka þetta saman þetta lag, þetta gerði Elli Vilhjáms frægt. Búið að kveikja magnum? 1, 2. Heyr mína bæn, mildasti blær, berðu kveðju
saknaðar ljóð, vanga hans blítt, ver mig þú sól, veru mjúkum, kysstu hans grá, ástarorð, hvísla mér frá. Syngið þið fuglar, ykkar fegusta ljóðaval, flytji honum í indælu móði, ástarljó mitt, heyr mína bæn, bára við tjörn. Honum við barn, þar til svefnin sígur á brá, draumheimi í, dveljum við þá daga langa, saman tvö heyr mínar bænir og þrá. Syngið þið fuglar, ykkar fegusta ljóðaval, flytji honum í indælu móði, ástarljó mitt, heyr mína bæn, bára við strönd, blítt þú vaggar, honum við barm, þar til svefnin sígur á brá, draumheimi í, dveljum við þá daga langa, saman tvö ein, heyr mínar bænir og þrá. Og síðasta línan passar sérstaklega vel inn í næsta, heyr mínar bænir og þrár, því að nú komið að bænastundin hjá okkur inn í Lindakirkju og hún fer þannig fram að hvert og eitt ykkar getur beðið sinnar bænar bara úr sætinu, en við hvetjum ykkur alltaf til að nýta tækifæri til þess að biðja. Af því að Guð býður okkur að leggja bænir okkar fram fyrir hann og þannig að við finnum að kvíðinn minnkar þegar við höfum Guð með okkur í liði. Og ég hvet ykkur til þess að kveikja á bænakerti ef þið viljið það, eða skrifa niður bænarefni, en umfram allt takið þátt í bænastundinni og nýtið það sem boðskapurinn að það sem við höfum áhyggjur af, sorgir okkar, kvíði eða erfiðleikar, að við orðum það í bæn til Guðs og finnum að við erum ekki ein á ferð.
Guð, takk fyrir að fáum að koma hér saman og leita í þína náð og þinn styrk. Við byggjum á þessari stundu sérstaklega fyrir öllum þeim sem að syrgja sárt og sakna, þeim sem hafa mist, veittu þeim huggun þína og styrk og leyfðu þeim að finna að þau sem þau syrgja hvíla nú örugg hjá þér í heimahöfn ljóssins. Við byggjum líka á þessari stundu fyrir öllum þeim sem glíma við kvíða og áhyggjur. Komdu til þeirra og veittu þeim visku, styrk. Við byggjum fyrir þeim sem að glíma við fíkn og eru föst í klóm fíknar. Veittu þeim lausn, vísaðu þeim veginn að frelsinu. Við byggjum líka fyrir öllum þeim sem að glíma við áhyggjur og erfiðleika, við byggjum fyrir þeim sem að búa við stríðsástand eða styrjaldir, þau sem eru í fangelsi, felum við þér. Og við byggjum líka fyrir öllum þeim sem á hjarta okkar hvíla á þessari stundu. Þú þekkir það sem við erum að glíma við og þú þekkir þau sem við höfum áhyggjur af og í hljóðri bæn felum við þessi málefni og þau sem okkur eru kær. Svo segjum við saman bænina sem þú kendir: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð, fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Og þá fer að líða að lokum hjá okkur í dag, en mér langar að þakka ykkur fyrir sem hafa fylgst með í streyminu og líka segja frá því að nú er aðeins að komast annar taktur í þetta hjá okkur. Kórinn okkar fær sumar frí, en það verður alltaf boðið. Ekki alveg strax, sko, við verðum næst líka. Já, Hvítasundag. hún fær sumar frí eftir Hvítasunnu, fyrirgefið það, ég er komin einum á langt. Eftir Hvítasunnu næstu helgi þá fer kórinn í frí, en þetta er samt síðasta streymið, er það ekki rétt? Jú. Svo verðum við með messurnar í streymi áfram frá og með haustinu eða ágúst. Miðjum ágúst, þannig að við hvetjum ykkur samt bara til að fylgjast með þá eldri messum eða bara ef þið eigið heiman gengt að koma í messur hér í Lindakirkju. Alltaf góða stundir, en við fáum þá næsta lag. Er ekki fyrst að bara blessa? Jú. Ég bið ykkur sem auðvelt með að rísa úr sætum leið og við þiggjum hérna drottinlegu blessun sem við erum send út með. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í Jesú nafni. Amen. Við vorum hérna fyrir 3 kvöldum kórinn og hljómsveit með stór tónleika hérna, einhverjir ykkar voru þar og við allan skemmtum okkur vel og höfum gaman á að sofa. Í gærkvöldi voru hérna risa tónleika líka hans Axel Ó, þannig að það er ýmislegt að gerast hérna í kirkjunni. Og hér eru sumir sem mæta hvern einasta sundag og eru bara, ef þið væru með kladda þá fengið þið bara 100% mætingu. Sumir eru sérstaklega duglegir að mæta og gaman að sjá líka mikið ungu strákum hérna, ungu fólki í kirkjunni, veist það, yndislegt, flotti strákar hérna á fyrsta bekknum. Og við ætlum að enda með lagi sem er bara takk fyrir allt, ekki það við erum að kveðja neitt, sko. Við ætlum bara að syngja hérna takk fyrir allt og ég sé hún hérna mætir allt á hann Heiður á fyrsta bekk.
hún í unglingagospelkórnum og mætir mjög mikið í messur. Ég ætla bara að fá hana hérna upp með okkur í næsta lag. Hún kann þetta lag nefnilega og ætla að fá hana, ertu til í það? Kvöldi, syngdu með okkur hérna, takk fyrir allt. Þetta lag hennar Áslaugar, sem nú raddlaus eftir tónleikarna, hún slöpp heima, en við ætlum að syngja þetta og hún ætla að fá að syngja þetta með okkur. Þetta Heiðrún Lóa og svo fara hann að syngja smá einsöng í loki með okkur líka, þannig að. Og þið með syngja með, þið kunnið væntanlega þetta lag, við erum búin að syngja þetta nokkur sinnum áður og ég held að þið kunnið þetta. Og nú dó iPadin hérna, nei, hann lifnaði við eftir, ok. Takk fyrir það, Heiðrún og takk fyrir það kórinn. Það svo næst á hvítasunnudag, messa hér í Lindakirkju, þá verður kór Lindakirkju og Óskar og Dís. En förum í friði og þjónum drottni með gleði.